Og þið sjáu svo hvað var gert hérna, við reistum upp fána með Sigríðinni, hamrinum á Sigríðinni, við gerðum þetta við Þjóðmenningarhúsið og þegar sko var nánast orðinn sko latneskur Brasilíu taktur, algjörlega takt og stemmingin geðveik. Ég hef bara ekki séð aðraði stemmingu, það sem öllum leið vel, það var allir sko stoltir, ánægðir, það var gleði í loftinu, það var andi í loftinu, það var nákvæmlega þetta moment þar sem þetta rís hæst. Skiljið, það var hvergi ofbeldi, það var bara þetta kynda eldinn sem er svo mikilvægt tákn, skiljið, ekki til þess að ógna, þetta er bara táknið sem er sett þarna á svið, hljómfallið undir hvernig þetta ómaði og maður fór að hugsa sko, sennilega er þetta aldrei hægt að gera svona nema þessa örfáu daga á Íslandi sem er logn. Skiljið, vegna þess að í vindraskatinu er þetta svo erfitt í þegar nafnult og notað tutti læðist í strætin, skiljið, þetta náðist moment sem er þetta sko magical moment. Skiljið, þau eru ekki svo algengt og það er svona svolítið að þefa þetta upp með rafgarna þegar þetta er í diglunni. Áfram. Og já, stemningi með maður frá dansandi þarna upp á og áfram. Maður þetta takk sko, halda aðeins áfram með bónusfána sko. Þannig að tilbaka aðeins aftur samt. Það er makalaust sko, þetta skulle hanga ennþá þarna uppi. Þetta er Kristján IX. Það er löngu búið að steypa í kopar gamla, eða þess að lýðveldismerki sem Tryggvi Magnússon gerði. Þetta hefur aldrei verið skipt út. Þetta ætti að vera, við veitum ekki að taka kóruna af. Þetta er fullkomið rugg. En annars verður það ekki gert. Ég veit það ekki. Þetta er furðulegt. Minjavend. Já, minjavend. Come on. Ég veit. Áfram. Bónusfán líka svolítið karltænslegur út af sko grísnu. Það er pink. Skiljið, þetta er karltænslega allt inn. Áfram. Þessi hérna fáni sko, sem að gerði hann Frosti, hérna, hvað svona það er. Það var aðalega sem var athyglisvert við þetta var það að miðjan var orðið sko, orðið með Rauðakrossi og svo miðjan var orðið þjöppuð og gengið inn í þetta og gamall og slitinn fáni með nýju áfram. Og þetta sem sagt með bæði blísinn, nýjan fána, það var byrjað að magna upp myndmál, þetta hefði sko mátt gera meira þetta. Þið sjáu bara hvað fána impactið þegar sko menn fara að nota myndmálið í þetta, eldinn, fánan, blísinn, trommusláttin, þetta sko býr til þetta sem hitar svo mikið upp þetta ástand sem allir eru að hugsa en örfáir gera. Áfram. Áfram með þessa stemningu. Og þið sjáu líka þarna sem var gert með trukkana, sko, að þá er þetta líka klassísk, sko, hvernig, ég meina, þetta fekk á sig mitt að gagnrýnin verið að vera fasíst, sko. En ég meina, come on, þetta hnefinn er notaður allstaðar. Halda hans áfram og sjá þetta. Sjáu þetta áfram, sko. Hnefinn er notaður allstaðar. Hvort sem er það sem merkilega við myndmál, þetta er ekkert mörg elementir upp með staðir. Þetta er sko gyðjan, þetta er úr dýraríkinu, þetta er sko ernirnir og svona. Og þetta er kastarinn, þetta er hnefinn, þetta er fáninn og fánaberinn, þetta er ekki svo mörg og það er merkilega við þetta að það nota þetta sko andstæðingar, nota sama myndmálið. Hvort sem þetta eru kommunistar, fasistar eða nasistar, þeir nota sama myndmálið. Þetta er mjög merkilegt. Áfram. Var ég spyrja einu, var þetta myndin á það? Var ekki líka sagt að þetta var í svastika? Þess að, hérna... Já, einmitt. Já, út af sólkrossi, ég veit, af því að það kom sko, já. En það er líka annað sem er svo makalust með svastikuna sko, að í raun og veru er þetta sko, sem erketýpa er þetta alls ekki slæmt tákn. Það er raunverulega Hollywood sem kemur óorðið á svastikuna og tengir þetta við holocaust og allt hið illa eftir seinni heimsstyrjöldina. Fram að henni þá er þetta notað af Ameríkumönnum, klubbum í Ameríku út allt sem bara, þú veist, tákn fyrir raunverulega sko góða, sem sagt, þetta er bara sólatákn. Og er það allstaðar í Íslandi? Nákvæmlega. Og þetta enn og aftur hangir oft sko merkingar, hanga oft við þetta í sko tíma og stað, bundið við eitthvað sem við tengjum samsetningi skiptir meira máli þarna heldur en merkið sjálf. Áfram. Með hnefann í gegnum svastikuna sko. Áfram. Það er dæmi hnefann, bæði Spartacus, Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht voru með í Berlín, þau voru bæði tekinn að lífi svo. Áfram. Bara sem dæmi hnefann úr sko myndmáli seinni heimsstyrjöldinni, þetta eru Japanir annars vegar og Bandaríkjamenn hins vegar og þetta er sko, þeir voru óvinir. Ég bara bendi á það sko að þeir nota sama myndmál en voru óvinir. Áfram. Hnefinn. Áfram.
Þarna kemur svolítið merkilegu kall, sko. Þarna kemur einn element sem sko, skiptir okkur máli. Þarna sko, náungi sem 1972 slettir skýri á ráðamenn og Helgi Húseiðarsson og halda hann áfram næsta. Hann sko, Guðs gangu við þingsetningu. Þetta 72. Aðeins áfram. Þetta forsetinn og biskupinn, aðeins áfram. Þið sjáum við þá sko. Áfram. Þetta Matthías, hérna, Matthías á Matthíasinu. Þið sjáum svo núna skýrið, nú þetta orðið tradísjón. Og þetta skiptir miklu máli að taka svona sem sko við og líka bara til þess að heiðra Helga, hann svo mikið sko mótmælandi mótmælendanna í lífinu. Að maður var að virða sko eins og sko ákvaða tónskáld, hlusta tónskáldin. Að mynda svona píramídi tónskáldana, rithöfundana og mótmælendana. Það Helgi. Gleymum því ekki, hann á háan sessi hjá okkur sko. Og þið sjáu þetta sko. Þetta er orðið mjög grafískt og fínt sko.